Já, komið sæl. Talandi svona fjölbreytileika, ég bjó í London þegar að Geir blessaði Ísland og var skellt á okkur eitt stykki hryðjuverkalögum. Þá kom besta vinkona mín sem bjó við hliðina á mér sem múslimi, rétti mér tebolla og sagði "Hello, my fellow terrorist." Þannig að ég hef teygt mig ýmsa anga í menningarlegum skilningi. En ég vil bara þakka ykkur fyrir að biðja mig að ræða þessi mál því að við hjá starfsmannasviði Securitas að þar fjölbreytileiki getur verið viss ögrun. Og þeir sem kannski veit ekki hvað fyrirlesturinn minn heitir spurningin fjölbreytileiki forréttindi. Þeir starfsmenn eða þeir sem sækja störf hjá Securitas í miklu meiri hluta karlmenn. Og ég ætla núna að ræða aðeins tvö svið, við höfum með fullt af sviðum innan Securitas, en ég ætla að ræða aðeins tvö svið hjá okkur, annars vegar gæslusvið og hins vegar tæknisvið. Í gæslusviði þá sækja mun fleiri karlmönnum og við vitum ekki alveg útskýringuna en við höfum heyrt að fyrsta lagi það að við vinnum mikið á nóttunum, það virðist ekki henta konum eins vel og það finnst líka mjög óþægilegt að þú ert mikið einn, þú ert einn í bíl að nóttu til og þegar við spyrjum líka konur og karla í starfsvettilán þá spyrjum við alltaf ertu myrkfælin? Og ég veit ekki hvort að konur bara mun hreinskilnari eða hvað við fáum miklu oftar já hjá konum heldur en körlum. En ég ætla ekki að setja mig á háan hest því að þegar ég byrjaði hjá Securitas að þá prufaði ég ýmis störf og eitt þeirra var næturvarsla í Þjóðminjasafninu. Og þar var ég með vasaljósið mitt innan beinagrindur og þjóðbúninga að fara á milli vaktstöðva, labba fram hjá hreyfiskynjara í myrkrinu sem kveikir á kyrjandi munkum. Og ég get sagt ykkur það að Usain Bolt hafði ekki getað náð mér þó hann hafði verið byrjaður að hlaupa. Þetta var sko hraðasta vaktferð í sögu Securitas. Þannig ég veit alveg, ég skil þessa myrkfælni mjög vel. Svo erum við með, þannig að þetta ögrun hjá okkur að fá kvenmenn í þessi störf. Svo það annars vegar tæknisviði. Við erum með 80 manna tæknisvið hjá Securitas sem sér að setja upp myndavélar og öll þessi kerfi sem notuð til þess að vakta. Og þetta tæplega, í kringum 80 manns og það þykir óvenjumargar konur á tæknisviðinu í dag og þær eru 4. Fyrsta sem sagt, ekkert fyrsta, þetta yngri sérstakri röðsvosum, hún þjónustustjóri en menntun hennar í rauninni verkefnastjórnin. Og svo erum við með 1 tækniteiknara, svo erum við með 2 konur eða 2 stúlkur sem sinna öryggishnöppunum okkar, það að segja að fara í heimsóknir til þeirra sem að nýta sér öryggishnappa Securitas. Og þarna fannst mér vera dottinn niður á umræðu efni dagsins. Það að ræða hvernig við getum fengið fleiri konur í iðnmenntun. En svo eins og ég gerir stundum að ég velti þessu öllu fyrir mér og í göngutúrunum mínum og svo svona bakka ég aðeins bara. Það erfitt að fá konur í iðnmenntun, það rétt, það alveg kórrétt. En ég þarf ekki að setja kyn fyrir framan þetta. Það bara erfitt að fá iðnmenntað fólk, punktur. Hvort sem það eins og í spurningalista barnaskóla Hjallastefnunar barnið stelpa, strákur eða annað. Skiptir ekki máli hvaða kyn það Þannig að þá áttaði ég mig alltaf á því að fjölbreytni alls konar. Eins og þú sagðir, Ólafía, það getur verið kona, karl, gamall, ungur, erlendur, íslenskur, samkynhneigður, gagnkynhneigður, hvað sem en það líka menntun. Menntun verður að vera fjölbreytt. Og hvernig getum við rætt fjölbreytni á vinnustöðum og svona auki fjölbreytni á vinnustöðum þegar viðhorf okkar gagnvart menntun svona einsleitt. Foreldrar voru spurðir að því í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu hvert viðhorf þitt gagnvart framtíðarmenntun barnsins síns. Þetta eru börn sem eru í grunnskóla. Yfir 90% sögðu stúdentspróf og bóklegt nám. Innan við 10% sáu börnin sín fyrir sér í iðnmenntun. Þetta finnst mér eiginlega bara grafalvarlegt mál. Því að við þurfum að skoða eins þetta viðhorf okkar gagnvart þessari menntun.
Og hérna, ég veit það eru kannski einhverjir sem hafa hlustað á mig tala áður að ég tala 1932 kynslóðina. Og það kynslóð sem svona heldur mjög fast í hefðir. Og það fólkið sem sér framtíð barnanna sinna í gleraugum fortíðar sinnar. Og þegar ég var að alast upp, og vísu, Gylfi, þú eiginlega slóst mig svolítið að laginu, þannig að ef ég hikandi það var eiginlega Gylfi að kenna. Því að hérna, í nóvember þá telst ég til gráa gulsins. Þú veist, ég bara slakaði og skellti 10 árum á þetta. Fertu komin í gráa gulli, ég er í áfalli. En þegar ég var að alast upp og ég tala um fólk sem 10-20 árum eldri en ég, að það þótti mjög fínt að vera bankastarfsmaður, að vera lögfræðingur. Það var litið svolítið niður á verkmenntun. Og mamma mín heitin, pabbi minn var bankastarfsmaður í fjölda ára og svo komst hann á 90 ára regluna hætt og gerði strætóbílstjóri. Og ég held að mamma hafi þróað með sér astma eftir það, því að þetta var bara, svo komu heimsóttu mig í Svíþjóð og ég var spurð einhvern tímann hvað gerir pabbi þinn? Og ég held að hann en bussjóför. Sló hún svona í mig og sagði, viltu segja hann hafi unnið í banka? Þannig að það svolítið viðhorf okkar gagnvart verkmenntun. Önnur saga að ég hlustaði einn svona mikilsmetin þjóðfélagsþegn í útvarpinu sem talaði rétt fyrir kosningar í auðmýkt sinni alþýðulegt uppeldi. Þar sem foreldrar henni voru gjörsamlega ómenntaðir. Pabbinn var múrarameistari. Þú veist, hvað í gangi? Þannig að við þurfum að breyta þessu viðhorfi. Og ein saga í viðbót að dóttir mín var að deyta dreng og þegar ég var spurð hvað hann gerði og sagði ég, hann að læra rennismið. Þá við ég fengi svona, gengur á hann erfitt, þú veist, og þú veist, bara gengur betur næst. En ég get sagt ykkur það að þetta eru störfin sem samfélagið, sem að fyrirtæki öskra eftir. Þetta eru störfin sem mikið vantar. Og ég get sagt ykkur að þessi drengur, núna fyrrverandi tengdasonur minn, hann gengur kannski betur næst, en hann kom til, hann kemur utan að landi og hann að fara að leita sér að vinnu og hann situr og borða hjá okkur og ég segi, jæja, ertu búin að senda inn einhverja ferilskrár og eitthvað svona? Og hann nei, ég ætla bara að labba inn í eitthvað fyrirtæki og þú veist, redda þessu. Og 1972 mér alveg, maður gerir ekki svoleiðis, maður sendir í ferilskrá og bóka tíma. Þú veist, hann labbaði inn í fyrsta fyrirtækið og hann var komið með starf innan 10 mínútur. Og þið með ekki misskilja mig, ég hef ekkert á móti bóknámi. Ég er viðskiptafræðingur sjálfur í grunninn, þannig ég má gera grín á okkur. Ég hef ekkert á móti bóklegu námi, en þegar ég var að læra í háskólanum, ég var á öðru ári, þá var stærðfræði á fyrsta ári kennd í stóra salnum í Háskólabíó. Þannig að geta ímyndað ykkur fjöldan. Þannig að þetta svona eins og með konfektið, Nóa konfektið á jólunum, þannig að kílóakassinn sem ég kaupa alltaf handa fjölskyldunni, en þetta bara handa mér. Og þú veist, fyrstu bitarnir eru geðveikir, en þegar ég sé í botninn, þá fatt að ég hefði kannski átt að borða gulrætur með. Þú veist, þetta bara fjölbreytni. Þannig að það þýðir ekki allir í bóknám. Og þannig að við þurfum að breyta okkar viðhorfi gagnvart menntun og átta sig á að það ekki endilega verið að leita að lögfræðingunum og viðskiptafræðingunum. Við höfum hvetja fólki eins og menntakerfið. Hvað það með? Það með hraðbrauti í stærðfræði. Frábært. En af hverju eru við ekki með hraðbrauti í rennismíð eða kynningakúrs í tæknifræði? Af hverju er það að vera bókmenntaður svona óbáslega mikið hærra? Og til dæmis ég í starfsgreinaráði verslunar og þjónustu. Og það eitt nám sem ég rosalega heilluð að, það verslunarstjóranámið. Ég vann lengi vel í verslun og mamma mín, elskuleg, vann þar við hliðina á mér. Og þetta verslunarnám og ég stundum að tala við fólk þetta nám. Og þá kemur svona, verslunarstjóranám, hvað, þetta ekki bara duglegt fólk að kassa og vinnur sér bara upp? Þarf ekkert að mennta þetta, ekki fólk eitthvað sérstaklega. Hvaða ábyrgð hefur það svo sem? Þá segi ég á móti, afsakið, bara cirka matvæla öryggi okkar Íslendinga. Það sér að matvaran sem kemur inn í verslunina fari nú svona í skítsæmilegu lagi út úr verslunin aftur.
Þeir eru með starfsmenn undir sér, oft fyrsta starfið þeirra, þannig að þetta oft svona ögrandi hópur af þessu leyti sem veikindadagar eru frídagar og svona. Þannig að þetta er ögrandi starfsmannahópur, þú þarft að búa til áætlanir, þú þarft að standast sölutölur, þetta er alveg gífurlegt álag. Settu nákvæmlega sömu kröfur og settu hann á baki skrifborð og það er BS-gráða minnstakosti, ef ekki master. Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða miklu betur. Hver kannast ekki við þessa mynd sem að tröllir ég Facebook daginn? Það er mynd af ísbjörnum og svo átt að finna pönduna. Þetta er Íslands menntakerfi í dag. Og ég get sagt okkur eitt, að atvinnulífið er að leita að pöndunni. Þannig að það sem ég vil gera, ef hér er foreldrar inni, frænkur, afar, hvað sem það er, hvetji börnin eitthvað til þess að breytast í pöndur. Hvetji það til þess að stíga út fyrir þennan stóra lækjarstraum og yfir í það að verða öðruvísi. Og ég get sagt ykkur eitt, að þessi panda er rafvirki sem ég leita logandi ljósiða. Þannig að ef þið finna hann, endilega láta mig vita. En annars vil ég bara þakka kærlega fyrir mig.